Já, ég hef það svona einhvern veginn á tilfinningunni að þið ætlið að ræða eitthvað saman á eftir leik. Já. Við erum búin að vera bara dabrir eftir áramót og við höfum kannski ekki mikla að keppa þannig. Ég meina, þetta er spurning hvort við lendum í þriðja, fjórða seti eða öðru seti eða eitthvað en við erum að slaka full mikið á og erum búin að tapa allt mörgum stigum, sérstaklega heimavelli á móti svona liðum í botnbaráttunni. Og það er náttúrulega bara áhyggjuefni. Þessi leikur eruð með hann svona í höndunum fannst manni í fyrri hálfleik og það var svona kannski undir lok fyrri hálfleiksins sem að einhvern veginn þeir virðast bara að taka yfir. Já, við höfum tækifæri til að svona drepa þennan leik. Við fáum þau vítaköst sem við klikkum á crucial momentum í fyrri hálfleik og nokkuð dauðafæri. Svo í byrjun seinni hálfleiks þá sóknarlega veit ég ekki hvað gerist. Það er algjört hrun í sóknarleikum. 5 mörk á... Já, ég held að við skorum 4 mörk fyrstu 20 mínúturnar eða eitthvað alveg. Þetta var algjört hrun. Ég meina, varnarlega voru að standa það ágætlega og ekkert að fá það mikið af mörkum á okkur. En sóknarlega bara... Ég veit eiginlega hvað gerist. Ég verð svolítið að horfa á þetta bara á teipi og sjá, við þurfum að melta þetta. Við byrjum að spila sókn kannski senastu 5 mínúturnar eða eitthvað og klórum aðeins í bakkann. En sóknarleikurinn og Kristófer í rammanum fram, hann fór með þetta í dag. Já. Ég vil bara hrósa Kristófer fyrir góða leik okkar gamla félag og slagverkinu, stöngunum í markinu hjá honum. Það var ófá skotið þar frá okkur líka. Og varamenn að bekknum og hann er mjúkur og fínn og... Já, þetta er En þessi kafli, maður hefur svo mótt séð hjá ÍR svona kaflaskiptan leiki og þið dettir niður en að detta niður í 4 mörk á 20 mínútum, það á ekki að vera hægt eða? Nei, þetta er bara... Eru menn orðnir saddir eða? Eða fannir að bíða eftir úrslitakeppninni? Maður fær það tilfinningar, við náðum mjög góða rönni í annar umferð, unnum 7 leiki í röð eða eitthvað og sýndum okkar rétt andlit. En saddir og ekki saddir, við erum bara búin að vera slakir eftir áramót í þriðju umferðinni. Við höfum ekki fundið dampinn og þetta hefur verið svona upp og niður. Þannig að ef við ætlum að gera eitthvað að viti í úrslitakeppninni þá náttúrulega að sjálfsögðu þurfum við að fara að sýna stöðuleika í okkar leik og spila í 60 mínútur og hætta þessari rúllubannaferð sem við erum alltaf á í leikjunum. Þetta gengur ekki. Við verðum að fá stöðuleika. Vantar náttúrulega stóran klett í vörnina, það vantar stóran klett í sóknina. Já. Munar svona miklu þessa tvo? Ég meina að sjálfsögðu munar góða leikmenn og þetta eru okkar akkir í vörn og svo, Björgvin og Aron. En aðri menn, við erum alveg að hafa breidd til að klára þetta og aðri menn alveg geta stíðu upp, þannig að það var bara að koma maður í manns stað að sjálfsögðu. Það hefur gert það á köflum, svo höldum við ekki dampi. Þannig að þetta er bara, við þurfum að vinna í þessu, vinna í stöðuleikanum. Takk fyrir þetta.